Auður Kapital var að loka sem fyrsta fjárfestingarsjóði. Hvað er það? Já. Nú komum loftið. Verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Það hún Halla Tómasdóttir sem sest hérna hjá mér, en hún annar af tveimur stofnendum af Auði Kapital. Vertu velkomin. Takk. Segðu mér aðeins frá þessu fyrirtæki og þið eru náttúrulega búin að loka núna fyrsta sjóðunum eitthvað eða ekki, sjóðunum? Jú, Auður Kapital nýtt fjármálafyrirtæki sem að sækja leyfi sem verðbréfafyrirtæki og ætlar að veita fjárfestingatengda þjónustu. Við munum veita þjónustu á sviði fyrirtækjaráðgjafar og eignastýringar og fjárfestinga. Get ekki talað leyfiskyldu þjónustuna þegar við höfum ekki fengið leyfi ennþá, en það vonandi innan tíðar. En við vorum að loka okkar fyrsta fjárfestingasjóði, Auði 1, sem að ætlar að nýta ákveðin tækifæri sem að við erum að sjá og horfa kannski svolítið aðrar áttir heldur en hefur verið að horfa af núverandi fjárfestingar fyrirtækjum. Já, þeir eru tiltölulega nýkomnar þannig á markaðin og þetta er búin að vera ofsalega erfiður markaður síðan þið komið inn og það eru þarna þessi 3 fjárfestingafyrirtæki, Saga Kapital, Askar Kapital og Auður Kapital. Þeir eru að koma í raun inn á bara hræðilegum tíma. Eru þið búin að fara illa út úr þessum fjárfestingum sem þið hafið lagt í? Þetta er einmitt mjög góð spurning, en við erum einmitt að koma inn á frábærum tíma að okkar mati því að fyrirtækið er nýtt og við höfum ekki hafið starfsemi ennþá, bíðum eftir leyfi, vorum að loka þessum fyrsta fjárfestingarsjóði og það er einmitt á svona tímum sem þú vilt fara inn í fjárfestingar í vaxtarfjármögnun sem er það sem okkar fjárfestingarsjóður ætlar að gera. Því að fjárfestingar verða ódýrari og fleiri verða í boði á þessum tímum, þannig að við sjáum í rauninni bara tækifæri. Og sem fjármálafyrirtæki erum við ekki verðbréfafyrirtæki erum við ekki í stöðutökum á markaði, þannig að við höfum ekki þessi stað á markaði hefur bara sömu áhrif á okkur og alla aðra, það er að segja það er almenn neikvæðni kannski búin að vera í loftinu en við sjáum mikil tækifæri í því sem er að gerast. Já, þetta er fyrirtæki, þetta er fyrirtæki sem að mun fókusera á það að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru í eigu kvenna eða fyrirtækjum sem konur eru stjórnendur að. Já, jú, það er rétt upp ákveðnu marki, en það er kannski rétt að útskýra þess af hverju Auður Kapital var til, en það er bara svo staðreynd að við stofnendur og starfsmenn og hluthafar sem hafa komið að fyrirtækinu höfum verið bara að horfa í kringum okkur í einhver tíma og það eru ótrúlega merkilega breytingar eiga sér stað á okkar samfélagi. Við erum að horfa á að mannauður kvenna og fjárauður kvenna er að aukast með miklum hraði og í rauninni er það orðið þannig í dag að það er ekkert fyrirtæki sem getur horft fram hjá því að mikil fjárhagsaukningar eiga sér stað hjá konum og þær eru að verða alveg gríðarlega mikilvæga markhópur. Þannig að við sem fjárfestir erum að horfa til þess að koma með ákveðin vinkil inn í fjárfestingar sem þú getur kallað kvennavinkil. Við viljum vissulega horfa á fyrirtæki sem að konur stofna eða reka að hluta til, en við viljum líka bara horfa til fyrirtæki jafnvel þar sem engar konur eru núna vegna þess að við ætlum að koma inn sem virkur fjárfestir með ákveðna nálgun í fjárfestingar sem að við teljum að hafi kannski skort eða sé hægt að bæta og auka verðmæti í fyrirtækjum með því að koma með að borðinu. Já, því að þið hafið aðeins verið gagnrýndar fyrir þetta ef maður horfir á eignarhaldi, þetta eru bara konur. Starfsmennirnir, ég sá inn á heimasíðu ykkar, þetta eru bara konur fyrir utan einn strák, einn karlmann, því að það er kannski hvað er jafnrétti í þessu að fókusera bara á konur, en þið eru sem sagt ekki bara... Ég held að það sé mjög eðlilegt að þessu umræða koma upp og við höfum verið kallað kvennabankin og við erum náttúrulega ekki banki, en þetta er vissulega fyrsta fjármálafyrirtæki sem er stofnað af konum og meiri hluti starfsmanna og hluthafa eru konur. Það er ekki rétt að allir hlutafar séu konur vegna þess að allir starfsmenn og stofnendur eru meiri hluta eigendur að fyrirtækinu. En inn í meiri hluta, já, og það er ekki markmið hjá Auði að vera þannig og við munum vissulega ráða fleiri karlmenn til starfa og vinna með karlmennum og erum þegar að skoða fjárfestingar á því sviði og starfsmenn og svo framvegis. Það er frekar það að við teljum að fjármálageirinn eins og hann hefur verið að þróast, hafi kannski þróast fyrst og fremst með mikilli áherslu karla og það hefur verið gott og blessað, við höfum leyst úr læðingi mikil og áhugaverð verðmæti hér í íslensku samfélagi, en við sjáum að það sé ákveðnar áherslu sem kannski hafi skort, sem gæti enn bætt rekstur fyrirtækja frá því sem er og ekki veitir af á þessum tímum og það er kannski ákveðnar áherslu sem við viljum koma með að borðinu sem eru nýjara í þeim skilningi þannig að við náum öll meiri árangri. Heldur það sé meiri pressa á ykkur að standa ykkur heldur en kannski fyrir þá sem eru fyrir karlmenn sem að stofna fyrirtæki sem þetta? Já, sem mannauðsstjóri til langs tíma og vitandi og hafandi verið kennari líka í háskólaumhverfi get ég alveg sagt þér að mannauðsaukningin er gríðarlega mikil hjá konur núna. 2/3 af þeim sem eru útskrifast úr háskóla núna eru konur. Þannig að það er alveg ljóst að það er mikill auður þarna en ekki alltaf verið að nýta hann sem skildi. Þannig að Auður vill horfa til þess að virkja þennan auð, þá bæði mannauðin og fjárauðin. Og já, ég er ekkert frá því að verði gerða meiri kröfur. Það er alveg ljóst að við erum með 11 manna frábært teymi í Auði Kapital. Enginn í þessu teymi hefur ekki sannað sig á sínum vettvangi. Það verður ekkert, við gerum ekki minni kröfu til okkar þarna ef ekki meiri og það er alveg ljóst að það er mikil pressa á okkur, já, að sýna afburð árangur en við höfum engar efasemdir að það munum við gera. Já, það er gott. Stjórna konur öðruvísi en karlar?
Já, ég held það og ég held að áherslurnar sem við erum kannski að tala að konur komi á borðinu séu áherslur sem eru sérstaklega velkomnar í kjölfar þeirra erfiðleika sem við erum búin að vera að horfa á í efnahagslífinu og viðskiptalífinu núna síðustu misserin og það er þessi svona langtíma hugsun, áhersla á rekstur, að setja fólk og í fyrirrúm og horfa svona á heildarmyndina til lengri tíma og byggja upp raunverulegt virði, áhersla á siðferði og samfélagslega ábyrgð held ég að komi oft með konum á borðinu. Rannsóknir að sýna okkur, nýja rannsóknir víða að sýna okkur að fyrirtæki sem hafa konur meðal þeirra sem eru í áhrifastöðum að skila alltaf 35% hærri arðsemi. Þetta er einfaldlega bara gott viðskiptatækifæri. Það er einmitt, sko, það er allir sammála þannig séum og það var fleiri konur bent á það að þar sem að konur eru líka í stjórn að þau fyrirtæki gangi betur. Þeir eru reynda bara með konur í stjórn. Við erum bara með konur í stjórn núna en þegar að leyfið liggur fyrir aðalfundur verður haldinn verður það ekki tilfellið. Það er ekki markmið auðvara að fara í hina áttina heldur að auka jafnvægi en til þess að þessar áherslur séu skýrar fannst okkur mikilvægt að þessi áhersla fengi að lifa í fyrirtækinu. Það er að segja að við erum fjármálafyrirtæki, þú getur sagt að við séum mannlegt fjármálafyrirtæki. Hver verður svona eitthvað fókus? Menn hafa verið að tala í dag og sérstaklega kannski í þessu erfiða árferði að nú verður menn að fókusera betur á kjarnastarfsemi fyrirtækjanna. Ætlið þið bara að vera í fjárfestingum út allt eða verður ykkur ákveðin fókus? Við erum ekki að horfa á ákveðin að geira atvinnulífsins en við erum að koma með ákveðin fókus að borðinu í því sem við teljum að skipti máli til langtíma uppbyggingar fyrirtækja. Við viljum leysa úr læðingi aukin virði yfir lengri tíma. Ég vil meina að í íslensku viðskiptalífi höfum við gert frábæra hluti síðustu árin en við höfum kannski fyrst og fremst sýnt og sannað að við höfum burði til þess að sjá kauptækifæri og kaupa þau og klára dílinn. Við höfum ekki sýnt og sannað og þurfum núna að sýna og sanna að við getum tekið utan reksturinn og byggt upp fyrirtæki sem skara fram úr til lengri tíma litið. Ég held að þessu ýmsar svona áherslu sem við komum að sem fjárfestir. Þannig að við erum ekki að horfa til ákveðna geira en við viljum gjarnan horfa til geira þar sem að konur eru til dæmis stór hluti markhópsins, þar sem eru að verða ákveðnar lífsstílsbreytingar og áherslubreytingar vegna sem að í miklu leyti koma kannski til vegna þess að konur eru orðnar áhrifa meiri. Þær taka 80% að kaupa ákvörðunum. Nákvæmlega. Það er ekkert fyrirtæki sem getur horft fram hjá því að þessi mikla fjáraukning sem er að eiga sér stað hjá konum, hún hefur áhrif á fyrirtækið þitt. Þannig að við erum ekki að einbeita okkur að geirum heldur frekar hvernig við nálgumst, við segjum ekki það er ekki hvað við gerum heldur frekar hvernig við gerum hlutina sem að greinir okkur frá öðrum fjárfestum. Ég þykist nú að vita að þú sért búin að kynna þér þetta allt saman ofsalega vel og búin að skoða fyrirtæki þar sem konur eru í stjórnum og þar sem að þeir eiga fyrirtækin sjálfar. Eru þær ennþá í ákveðnum geirum eða eru þær byrja, ég veit að það eru svo sem byrjaðar að svona fara út allt en er þetta ennþá þannig að konur sækist í ákveðna geira og er það vandamál? Já, ég held að það sé það. Ég held að gott jafnvægi í öllum geirum væri betri árangur fyrir okkur öll. Við þurfum báðar áherslurnar sem koma gjarnan með bæði konum og körlum að fyrirtækjum. Já, þær eru ennþá að hópa svolítið í kringum kannski að segja að við sjáum til dæmis tækifæri í heilbrigðisþjónustu og heilsutengdum geirum, við sjáum í afþreyingu og lífsstílsgeirum ákveðin fjárfestingatækifæri en það er dálítið áhugavert að við höfum kannski öll haft ákveðin bias og þar með tali ég það hvaða fjárfestingatækifæri séu flott en eitt af því sem við höfum til dæmis komist að í okkar undirbúningi að það er til vísitala sem Goldman Sachs heldur utanum sem heitir Women 30 og hort aftur 10 ár þá hefur þessi vísitala skilað þrefalt hærri ávöxtun heldur en heimsvísitala hlutabréfa. Þetta eru meðmæli með því og það sem þeir segja bara þeir völdin í þessa vísitölu fyrirtæki sem eru sérstaklega að hagnast að þessari fjárhagsaukningu og kaupmáttaraukningu sem eiga sér stað hjá konum. Þetta eru fyrirtæki sem eru í tuskum og varalit, H&M eða L'Oreal eða stór brönd sem að mörg okkar sem eru bara ofboðslega arðsöm fyrirtæki og þau eru fyrst og fremst arðsöm af því að þau eru að vaxa hraðar. Og það eru þannig fjárfestingar sem auður ætlar í. Það er að segja við erum ekki að fara að fjármagna hugmyndir eða fyrirtæki á alveg fyrstu stigum. Við viljum fjármagna fyrirtæki eða fjárfesti í fyrirtækjum sem eru í rekstri en eiga mikla burði til að vaksa og það er kölluð vaxtarfjármögnun eða growth capital og það er akkurat á svona tímum í efnahagslífinu sem er bæði skynsamlegt sem fjárfestir og fyrir okkur sem þjóð að fjárfesta í fleiri fyrirtækjum sem geta vaxið til framtíðar. Halla, ég þekki því, ég veit úr stórhuganda sérstæð á þessu verkefni. Horfurðu til þess að þið farið einhvern tímann á markað? Ég held að sé alveg ljóst að í framtíðinni munu auður fara á markað og fara á fleiri markaði. Þetta er viðskiptatækifæri sem er til staðar í öllum löndunum í kringum okkur
og ég held kannski upp á ákveðnu marki eigum við ákveðna burði íslenskar konur til að leiða ákveðna umbreytingu í þessu, en það er að verða til fjárfestingartækifæri í öllum löndunum í kringum okkur í gríðarlega miklu mæli hjá konum. Já. Hvað er þið með mikinn peningin í þessu fyrirtæki? Fyrirtæki er mjög vel fjármagnað. Fjárfestingarsjóðurinn sem við vorum að loka og Auður er líka þátttakandi í er 3,2 milljarðar og í honum tóku þátt allir helstu lífeyrissjóðir og fag- og stofnanafjárfestar landsins. Við buðum frekar takmörkuðum hópi þátttöku og það er kannski skemmtilegt að segja frá því á þessum tímum þar sem svartnættið hefur ríkt yfir mörgum að þá voru mjög jákvæðar undirtektir og í rauninni fáum ef einhverjum boðið að taka þátt sem ekki gerðu það. Já. Þannig að það er ósannlega góðar fréttir og segir okkur bara að það er ekki bara við sem sjáum þetta tækifæri, það eru fleiri sem átt að sjá því. Já. En auðvitað í lókdagsins snýst þetta fólki sem er að baka við þetta og við erum bara með óbærslega sterkt fyrirtæki, ég er ósannlega stolt af því og við eigum eftir að sýna það og sanna að gott fólk getur leyst úr læðingi verðmæti á þessum tímum þar sem að margir vilja frekar horfa á svörtu hliðarnar, þá ætlum við að horfa á björtu hliðarnar og búa til ný tækifæri. Frábært, eru þið búin að kaupa einkavél? Nei, og það er ekki mikla líkur á því og við forstjóri vorum nú að koma á ferð nýlega þar sem að við sátum í miklum þrengslum og hérna ég hugsa að það að uppbygging fyrirtækis í eigu kvenna sé kannski á stundum aðeins öðruvísi heldur uppbygging fyrirtækis þar sem að mestmegnis eru karlar. Já, Halla Tómasdóttir, takk kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Segjum þetta gott að hádegisviðtalið verður hér á sínum stað á þriðjudag, verið þið sæl.